Einstaklingur getur tekið 600.000 króna lán á aðeins nokkrum mínútum með því að taka hámarkslán hjá öllum íslensku smálánafyrirtækjunum. Erla Hlynsdóttir kynnti sér þau í dag. Það hefur verið gagnrýnt hversu fljótlegt og einfalt að steypa sér í skuldir með því að taka smálán, en að við ákváðum að athuga málið. Hraðpenningar kynna þessa dagana nýja þjónustu, hærri lán og til lengri tíma. Það nú hámarkslánið 150.000 krónur. Við ætlum að taka stysta lánstíman fyrir svo hátt lán, 60 daga, en einnig hægt að taka það til 90 daga. Á vefsíðunni þeirra fólki sýnt hversu einfalt að fá lánið með því að senda SMS og fá greitt inn á reikninginn sinn strax. Fyrirtæki Smálán var stofnað til að auðvelda aðgang almennings að smálánum. Hér mest hægt að taka 100.000 króna lán í 30 daga. Eins og algengt hjá smálánafyrirtækjunum geta viðskiptavinir undir 20 ekki tekið hærra lán en 10.000 í fyrsta skipti. Þeir sem standa svo í skilum fá aukna heimild. Kredia var stofnað til að auðvelda aðgang almennings að smálánum. Þar hámarkið 150.000 og hægt að fá lán með því að senda SMS. 1909 var stofnað á þessu ári til að auðvelda fólki að stofna til smálána á skjótan og einfaldan máta. Fyrirtækið kennir sig beinlínis við númerið sem senda þarf í SMS til að fá lán. Múla nýjasta smálánafyrirtækið. Þeir beina því til viðskiptavina að taka ekki lán fyrir pítsu og ekki taka lán með SMS, enda þeir eina smálánafyrirtæki sem ekki gefur fólki kost á því. Skilmálar fyrirtækjana áþekkir, fólk þarf að vera orðið 18 ára gamalt og ekki í vanskilum. Ef ég skráður viðskiptavinur hjá öllum þessum smálánafyrirtækjum og með hæstu heimild, get ég því fengið 600.000 krónur millifærðar á reikningin minn og aðeins nokkrum mínútum. Kostnar við lántökuna reyndar ærinn, rúmar 206.000. Þetta meðast við að skuldin sé að fullu greidd á réttum tíma. Fjölskyldur margra ungra fíkniefnaneytenda hafa lent í fjárhagsvandræðum eftir að hafa reynt að greiða upp skuldir barna sinna við smálánafyrirtækin. Þetta fullyrðir vímuefnaráðgjafi hjá SÁÁ. 4 fyrirtæki hið minnsta bjóðu upp á svokölluð smálán hér á landi. Meðal þeirra sem freistast til að taka þessi lán ungir fíklar og þá til að fjármagna neyslu sína. Þeir því oft orðnir mjög skuldsettir þegar leita hingað til SÁÁ. Það náttúrulega myndi engin lána vímuðum einstakling eða drukknum einstakling 50-100 á skall. Það gerir það engin en þarna hægt sem sagt að með tiltölulega litlum undirbúningi að öðlast það goodwill hjá þessum fyrirtækjum eða þann velvilja að maður sé lánshæfur. Við erum hérna alltaf þriðjudaga með fræðslu og stuðningshópa fyrir foreldra ungra vímuefnaneytenda og þar kemur þessi umræða til mín. Þetta byrjar smátt og þau að reyna að brúa bilið, þau að hjálpa börnunum að borga þetta og unglingunum. Þau að hjálpa þeim að borga þetta til að byrja með og svo hefur þetta nú tilhneigingu til að versna og stækka og upphæðirnar að verða meiri. Þetta heyra foreldrar séu lenda í fjárhagsvandræðum út af þessu? Alveg klárlega. Það það sem við erum að heyra. Fólk komið á ystu með sinn eigin fjárhag. Það segir sig sjálft fyrir venjulegt launafólk að nokkur 100.000 krónur viðbótar útgjöld í eitthvað svona, það bara fer með hlutina. Meðalaldur þeirra sem taka smálán tæp 32 ár og meðallánsfjárhæðin rúma 17.000 krónur. Þetta kemur fram í gögnum sem samtök smálánafyrirtæki hafa tekið saman. Erla Hlynsdóttir. Smálánafyrirtæki 1909 í eigu smálánafyrirtækisins Hraðpenninga og fyrirtækið Smálán í eigu Kredia. Þessi 4 fyrirtæki síðan í samtökum smálánafyrirtækja sem nefnast útlán. 5. smálánafyrirtækið á íslenskum markaði, Múla, utan félagsins. Þessi starf sem sögð vera siðlaus, hvað hefur það að segja? Ég held að þetta sé mikill stormur í vatnsglasi, þessi umræða smálánafyrirtæki og hefur verið mjög einhliða. Samkvæmt gögnum sem útlán hefur tekið saman meðallánsfjárhæð smálána 17.300 krónur. Hæsta fyrsta lán sem veittir til viðskiptavina undir 20 ára aldri 10.000 krónur. Meðalaldur viðskiptavina fyrirtækjana rúmt 31 ár. Hlutfall viðskiptavina undir 20 ára aldri tæp 4% og hlutfall þeirra lána sem tekin að kvöldi til og að nóttu 9%. Á haustþingi verður lagt fram frumvarp þar sem lagaumgjörð smálánafyrirtæki hert.
Og í þeim verið að færa smálán, svo kölluð, undir neytendalánalöggjöfina og það bara vel. Þetta er eitthvað sem fyrirsvarsmenn þessara smálánafyrirtækja hafa í raun óskað eftir síðan 2009, beðið það að skýrari lög eru sett einmitt til þess að koma í veg fyrir þetta umtal sem hefur verið og þessar gróusögur sem starfsemina hafa gilt. Útlán tók einnig saman þau skilyrði sem þarf að uppfylla til að fá smálán. Þú mátt ekki vera á vanskilaskrá, ekki skráður hjá umboðsmanni skuldara, með skráð símanúmer og gilt debitkort og til að hækka lánsheimild þarf að standa í skilum á fyrri lánum og fara aftur í greiðslumat. Það bendir lögmaður útlána á að tæpum 40% þeirra sem sækja smálán hafnað. Lögmaður samtaka smálánafyrirtækja segir að enginn sé neyddur til að taka smálán og að einungis lítill hluti viðskiptavina sé undir 20. 5 fyrirtæki hér á landi bjóða upp á svokölluð smálán. Þau skilyrði sem sett eru fyrir lántöku eru að einstaklingur sé fjárráða, sé ekki á vanskilaskrá og að fjármál viðkomandi séu ekki til meðferðar hjá umboðsmanni skuldara. Engin skilyrði eru að lántakandi sýni fram á tekjur, líkt og bankar gera þegar viðskiptavinir sækja yfirdráttarheimild. Það náttúrulega sá grundvallar munur á starfsemi þessara fyrirtækja annars vegar og banka hins vegar að bankar að lána peninga annarra. Það að segja þeirra sinna viðskiptavina og meðan smálánafyrirtæki að lána sinn eigin pening. Haukur segir að meðalvanskil hjá þessum fyrirtækjum séu 4% og að tæp 4% viðskiptavina séu undir 20 ára. Meðalaldur þeirra sem taka smálán eru rúm 31 ár og 40% umsókna hafnað. Gera má ráð fyrir að þeir sem nota sér þjónustu smálánafyrirtækja hafi ekki kosta á öðrum lánum. Ársvextir fyrir smálán eru nokkur 100% á meðan að yfirdráttarvextir í banka eru milli 12 og 13%. Það alveg rétt að lántöku kostnaður vegna þessara lána hlutfallslega hár en það eru lánsfjárhæðirnar mjög lágar og það má alveg deila það hvort að það sé fjárhagslega skynsamlegt fyrir lántakendur að taka svona lánið ekki og hver verður að hafa sína skoðun á því en þetta bara þjónusta sem þessi fyrirtæki bjóða upp á. Það engin neyddur til að taka þessi lán eða neitt því líkt og þeir sem vilja fá lán á þessum kjörum og vita þau kjör fyrirfram mega gera það og það ekki við neitt að sakast það. En hver þá tilgangurum að því að vera að veita stórfellda afslætti eða vöxtum eða vaxtalaust við fyrsta lán? Það held ég að heyri nú til einhverja undantekninga að slíkt sé gert.